Göngubrú yfir Miklubraut að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þar tekur fyrstur til máls hver? Ég bið borgarfulltrúa að taka þátt í fundinum. Hér erum við að ganga til 14. liðar á dagskrá sem umræða Göngubrú yfir Miklubraut. Þar tekur hver fyrstur til máls? Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Á síðasta ári, 17. nóvember, þá var eftirfarandi tillaga lögð fram í borgarstjórn af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, lesana með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að gripið verði til aðgerða í því skyni að tryggja börnum og ungmennum örugga göngu- og hjólaleið yfir Miklubraut á kaflanum milli Lönguhlíðar og Kringlumýrarbrautar. Umhverfis- og skipulagssviði falið að kanna tiltæka kosti varðandi uppsetningu göngubrúar á svæðinu og undirgöng hins vegar og meta æskilega staðsetningu slíka mannvirkja með tilliti til gönguleið og gönguflæðis barna og ungmenna yfir Miklubraut. Sviðinu jafnframt falið að taka viðræður við Vegagerð ríkisins þátttöku í verkefninu þar sem að ræða stofnbraut í þéttbýli. Já, svona hljóðaði tillagan og það var samþykkt eftir nokkrar umræður hér í borgarstjórn að vísa henni til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Og þessi tillaga, hún náttúrulega tilkomin vegna margra ábendinga sem hafa borist frá borgurum að þarna sé hættulegt að fara yfir. Þarna þetta að hluta til þá Miklubrautin á þessum stað sker sundur skólahverfi. Það eru mörg dæmi það að börn þurfa að fara yfir Miklubrautina í og úr skóla og bæði á grunnskólastigi og einnig á framhaldsskólastigi. Þess vegna hafa íbúar í þessu hverfi eða þessum hverfum sem liggja Miklubrautinni þarna ítrekað óska eftir því að það verði fundin góð leið fyrir gangandi vegfarendur til þess að komast yfir brautina. Þarna ekki alllangt frá eru undirgöng við þau eru reyndar vestamegin við Lönguhlíð, einhver fyrstu ef ekki fyrstu undirgöng í borginni og hafa þjónað hlutverki sínu vel en eru barn síns tíma og eru ekki heppileg svona með nýjustu staðla. Og það er ekki eins og ekkert hafi verið gert. Þarna umferðarsérfræðingar borgarinnar hafa reynt að gera ýmislegt til þess að auðvelda börnum eða gangandi vegfarendum að komast yfir Miklubraut hættulaust. Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á gangbrautum þarna, breytingar gerðar á ljósum og svo framvegis, en það er sama hvað menn leggja sig mikið fram við að tryggja öryggi gangbrauta á þessum slóðum. Hættan alltaf fyrir hendi meðan að það er þung bílaumferð sem fer eftir götu og gangandi vegfarendur þurfa að komast yfir götuna, þá þetta alltaf hætta fyrir hendi hversu vel sem maður gengur annars frá umræddum mannvirkjum. Þess vegna hafa foreldrar barna í bæði Háteigsskóla og Hlíðaskóla og Menntaskólanum við Hamrahlíð bent okkur á að þarna þurfi að koma fullkomin öryggislausn eða lausn sem tryggir sem mest öryggi og þá er verið að tala um göngubrú eða undirgöng. Það er ekki langt síðan glæsileg göngubrú var tekin í notkun yfir Breiðholtsbraut, það er að segja úr Selárskverfi yfir í Norðlingaholt og það tók tíma að hanna og smíða þá brú en ég heyri úr þessum hverfum að það er mikil ánægja með hana því að hún veitir eins mikið öryggi og bara hægt að tryggja þegar að farið yfir miklar umferðargötu og er þó umferðin þar miklu minni heldur en undir þessa göngubrú í Norðlingaholti miklu minni heldur en tíðkast gerist við Miklubraut. Og göngubrúin í Norðlingaholti sem var samstarfsverkefni ríkis og borgar, hún var sett upp eftir mikið þrýsting frá foreldrafélögum bæði í Norðlingaskóla og í Selárskóla.
Við lögðum þessa tillögu fram hérna á síðasta ári í nóvember og ég verð að segja að mér finnst hún ekki hafa fengið, ég hef ekki orðið var við að hún hafi fengið umfjöllunina borgarkerfisins. Ég var að spyrjast fyrir það daginn og fékk svör sem voru aðeins misvísandi, hvar hún væri stödd eða hvort það verið að vinna með hana. Ég gat ekki síðan neitt hefur unnið með hana. Það finnst mér ekki nógu gott að það skuli líða og svo skilst mér að hún hafi verið sett inn á fund umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni. En mér finnst ekki nógu gott að svona brýn tillaga liggi þetta lengi í borgarkerfinu án þess að nokkuð gerist í henni. Ég minna að það verður þá bara skárra að fá neitun heldur en ef menn hafi ekki trúið þessari lausn og vil ekki beita sér fyrir henni, þá verður skárra að fá neitun heldur en að maður sé látin halda að hún sé bara eitthvað staðar í vinnslu, svo er hún hvergi í vinnslu. Þannig, eða ég veit ekki, mér langar til að spyrja borgarstjóra hvort að, vegna þess að ég fekk aðeins misvísandi svör úr kerfinu, hvort hún væri í vinnslu eða ekki, spyrja borgarstjóra bara hvort og þá hvernig hefur verið unnið með þessa tillögu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni, þá tökur borgarstjóra hefur óskað eftir að veita andsvar. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, tekur þú næstu til máls. Háttvirtur forseti og borgarstjórn. Já, þessi mál hafa verið lengi á dagskrá og það má rifja það upp að það stóð all lengi til og stendur vissanátt ennþá til að setja göng fyrir bílaumferðina, jafnvel frá Kringlumýrarbraut og að Rauðarárstíg. Og þá verður væntanlega öruggara að fara þarna fyrir fótgangandi vegfarendur yfir Miklubrautina. En það má kannski segja að eitt af því sem að hrunið hafði í för með sér var það að því hefur verið slegið og frest. Þó er rétt að taka það fram að samkvæmt núverandi aðalskipulagi sem er gildi til 2030 gert ráð fyrir því að þarna komi göng eða stokkur og ég lít nú svo á að það sé ef einhvers staðar ætti að koma slíkt fyrirbæri í borginni að þá gæti það einmitt verið þarna. Það er líka gert ráð fyrir því í aðalskipulaginu að þá komi mislæg gatnamót fyrir fótgangandi vegfarendur á 2 stöðum yfir Miklubraut á þessum stað. Annars vegar upp við Kringlumýrarbraut ef maður rétt og svo hins vegar þarna við Stakkahlíðarmóts við 365 fjölmiðla. Og það hefur ákveðin vinna farið fram í sambandi við það. Það hafa komið fram teikningar og nokkuð nákvæmar útfærslur á brú yfir Miklubraut við Kringlumýrarbraut. En vegna þess hvernig þarna háttar til að þá þarf það að vera mjög há brú með mjög löngum römpum og talningar á fótgangandi vegfarendum hafa leitt í ljós að þarna er ekki mikill straumur af fótgangandi fólki yfir Miklubraut, heldur er það miklu fremur þarna á staðnum sem ég nefndi áðan, vestanaf á móts við 365. Og þar liggur fyrir tillaga frá 2010 göngubrú og hún vegna þess að þarna er nokkuð þröngt þrátt fyrir allt og göngubrú á þessum stað þarf að vera minnst 4 og 20 metrar á hæð því að þarna fara fram þungaflutningar. Þá er ljóst að þetta verður gríðarlega mikið mannvirki og að brúnni þurfa að liggja nokkuð langir rampar og manir. Það þurfa að koma þarna tröppur fyrir fótgangandi vegfarendur og fyrir þá sem eru hreyfihamlaðir, þeir þurfa að fara þar talsvert lengri leið til þess að komast án þess að fara yfir brúna upp tröppur.
Það var gerð á síðasta ári, var unnin önnur tillaga að göngubrú á þessum sama stað og hún lítur talsvert betur út, hún tekur ekki jafn mikið pláss á svæðinu en engu síður yrði þar gríðarlega mikið mannvirki að ræða og alltaf mjög bratt að fara upp á brúna. Það að mörg að hyggja þarna eru á þessum stað núna gangbraut eða það ljós fyrir gangandi vegfarendur, þarna eru strætóstoppistöðar sitt hvoru megin og þá það ein spurning ef að slík brú kemur á þá að taka þessi ljós í burtu, á þá í rauninni að koma í veg fyrir að fólk fari beinustu leið, stöðvi bílaumferðina með því að ýta á gönguljós og gangi yfir, sem auðvitað þægilegast eiginlega fyrir alla. Eða á hvoru tveggja verið í senn, göngubrúin og gönguljósin. Ef að það þannig að þá hægt við því að allmargir myndu velja það að fara á jafnsléttu og gönguljósunum yfir. Ég ekki nefna þetta til þess að draga úr mikilvægi þess eða einhvern veginn að ýkja upp hversu flókið það að fara í sakir, því að bara nefna það að það að mörg að hyggja. En til þess að skoða málin út frá öllum hliðum að þá hefur núna verið og samgöngustjóri núna að vinna að tillögu eða réttara að vinna hugmyndur hvernig undirgöng á þessum nákvæmlega sama stað gætu litið út. Hversu mikil aðgerð það yrði og hvernig það kæmi út yfirleitt. Og ég vona því að umhverfis- og skipulagsráð fái kynningu á þeim hugmyndum í byrjun október. Þannig að mér langaði kannski líka aðeins að þannig staða málana, það verið að vinna þetta, það eru líka þegar fyrir 2 tillögur á göngubrúm og það verið að vinna tillögu að undirgöngum. Undirgöngin hafa þann galla að ef að kæmi til þess að þarna komi göngu eða stokkur fyrir bílaumferðina að þá þyrfti í rauninni að taka þessu undirgöng í burtu og mér langar aðeins að geta þess að svona þróun mála hefur verið svo að við getum sagt sem svo að eftir hrun að þá kom tímabil íhugunar og pælinga og það fór meðal annars að stað mjög flottur hópur arkitekta sem að kallaði sig Betri borgarbráur sem komi til að því hvernig mætti slá allmargar flugur í einu höggi á þessum stað með því að byggja að Miklubrautinu og breyta Miklubraut úr hraðbraut þar sem að bílar eru í algjörum forgangi yfir í hefðbundna borgargötu eða borgarbreiðgötu, búluvard eins og það kallað. Og þessi tillaga hlaut ágæti, eða þessar hugmyndir skulum við segja, hlutu ágætis viðtökur hjá íbúum í hverfinu. Hverfisráð tók meðal annars vel í þessa hugmynd svo seint sem á fundi 15. desember 2015. Fyrir 10 mánuði. En á þessu svæði hefur verið mjög flott hverfisskipulagsvinna sem alllangt komin. Hún í rauninni komin á næst síðasta fasa þar sem verið að vinna að skilmálum og þá verður þá næst unnið að tillögu gerð, þannig að það verður væntanlega klár tillaga fyrir hverfisskipulagið, hverfisskipulagstillaga bara núna áramótin. Það voru haldnir íbúðafundir nokkrir núna í vor í Hlíðunum og þá kom í ljós að margir íbúanna vantreysta því að þessi hugmyndum borgarbreiðgötun eða búluvard muni ná að þjóna tilgangi sínum. Þannig að hún virðist ekki, sú hugmynd virðist ekki njóta þess stuðning sem hún hafði á tímabili. Ég held líka að allmargir telja það að það sé megi búast við því að það verði nokkuð langt í það að vegagerðin og borgin telja sig hafa efni á því að ráðast þarna í að gera stokk eða göng og ég held að það sé rétt mat
En það mikilvægt að hafa því í huga að það gert ráð fyrir því að þetta verður þó gert á þessu tímabili aðalskipulagsins, það að segja til 2030 og þannig ekki nema 14 ár í það. En það sem sagt kallað á, eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon gat að það kallað á, hvað að segja, fljótvirkari og öruggari leiðir. Og það verið að vinna í því, eins og ég gat rauninni 3 tillögur að göngubrúm og það verið að vinna tillögu að undirgöngum sem að verður þá klári í byrjun október. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, til mín var beint spurningu sem ég held að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hafi svarað ágætlega. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka borgarstjóra fyrir góða ræðu og líka Hjálmari Sveinssyni, borgarfulltrúa, eða fyrir svarið. Og í máli borgarfulltrúans og formanns umhverfis- og skipulagsráðs þá voru reifuð svona helstu sjónarmið sem eru uppi í þessu máli og það er ágætt í sjálfu sér. En ég vil samt gera athugasemd við það að þessi vinna virðist mjög lítið hafa farið fram. Ég hef að minnsta kosti ekki orðið var við hana eða fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði og langar til að spyrja formanninn hvort það sé rétt að þessi tillaga sem var vísað til umhverfis- og skipulagssviðs, hvort að hún hafi verið tekin til umfjöllunar í ráðinu. Ég átta mig ekki almennilega á því. Ég er ekki viss að mér var sagt að svo var ekki, en ágætt að fá það staðfest frá formannum hvort að á þessum 10 mánuðum sem eru liðnir frá því hún var lögð fram, hvort að hún hafi farið til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði sem auðvitað rétta mál til þess að skoða þessi mál á gaumgæfni. Nú, auðvitað það álita efni hvaða lausn á nákvæmlega koma þarna upp. Aðalatriðið fyrir mig finnst mér vera bara að það komið þarna örugg lausn, þessar gangbrautarlausnir sem okkar sérfræðingar hafa vissulega lagt sig alla fram að gera sem bestar. Það er alveg ljóst að þær duga ekki til. Þarna er mikil og þung umferð og börn eru þarna í hættu sem þurfa að fara yfir götuna jafnvel 2 á dag í og úr skóla og þess vegna er æskilegt að komi góð lausn, hvort sem það er göngubrú eða undirgöng og það er bara álitamál. Það má vel vera að undirgöng verði þarna góð á þessu stað. Það er reyndar sagt að margir borgarbúar, ekki síst kvenkyns, þeir hafi samkvæmt könnun vilji helst ekki nota undirgöng, sennilega samkvæmt erlendum könnunum. En víða erlendis þá hefur hönnun fleygt fram í gerð undirganga og þau eru öðruvísi voru áður, þau eru einhvern veginn opnari, upplýstari og víða erlendis hefur verið komið fyrir öryggismyndavélum í slíkum göngum sem algjörlega lágmarkar hættuna á því að fólk verði fyrir óþægindum eða fórnarlamb glæpa við að fara gegnum slík göng. Og pæling borgarfulltrúans varðandi það hvort að ef að slík göng kæmu, hvort að þetta taka umferðarljósin burtu, gangbrautarljósin burtu eða hafa þau áfram. Það eru þetta bara álitamál sem sérfræðingar okkar eru bara vel til fallin til að leysa í þessu ferli. Mig langar líka til að spyrja bara til þess að vita hvað máli stendur, af því að tillagan fór það í sér að það er enn til viðræðna við Vegagerðina máli vegna þess að þetta yrði, ef að verður samstarfsverkefni ríkis og borgar, hefur verið haft samband við, hefur máli komið til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði og hefur það verið tekið upp með formlegum hætti við Vegagerðina. Mér er sagt að það hefur ekki ennþá verið gert. Og síðan er það þessi spurning með stokkinn, Miklubrautarstokkinn.
Þetta bara góða pælingar í sjálfu sér. Hins vegar ég held að við ættum að fara varlega í að nota stokkinn beinlínis sem ástæðu fyrir því að við treystum okkur ekki til að fara í aðgerðir á þessum stað. Ég hygg að það sé mjög langt þangað til stokkurinn kemur. Það er alveg rétt að það var mikið rætt stokkagerð á Miklubraut fyrir hrun og reyndar eftir hrun líka. Ég held að allir borgarfulltrúar séu reiðubúnir til þess að fara í slíka stokkagerð, að minnsta kosti ef að ríkið ef ríkið tekur á sig kostnaðinn. En mér finnst samt frekar ólíklegt að svo verði, jafnvel þótt borgin hafi afsalað sér stórum samgönguframkvæmdum í borginni til margra ára, og gæti kannski nokkuð auðveldlega gert kröfu á hendur ríkisvaldinu að það verði farið í stóra framkvæmdir í samgöngumálum, þá er ljóst að ríkið myndi ekki styrkja hvaða framkvæmd sem er. Og ég man vel eftir í fyrir hrun, vegna þess að ég var þá í nokkuð góðu sambandi við yfirstjórnendur á Vegagerðinni, og þá þegar heyrði ég, vegna þess að þá voru þessar Miklubrautar hugmyndir alveg á fullu hér í borgarkerfinu út allt, þá þegar heyrði ég hjá þeim ákveðna neikvæðni, hjá þeim og reynda þingmönnum líka, fyrir því að borgin myndi fjármagna þetta verkefni. Ríkið var búið að gefa upp bolta með það að það væri tilbúið til þess að fjármagna gerð mislægra gatnamóta á Miklubrautu Kringlumýrarbraut, og ég held að það hafi verið talað þá þegar að þeim bolta var fyrst spilað út að það væri þá 1700 milljónir króna sem ríkið væri tilbúið að láta út, og eins og allir vita þá er ekki auðvelt að sækja fé í greipar ríkisins. Síðan hækkaði þessu upphæð, það var talað 2,5 milljarða, það var talað 3 milljarða, og maður varð alveg í ákvæðni hjá ríkinu að taka þátt með það væri ekki hærri upphæð en svo. En svo þessar hugmyndir sem við erum í borgarfulltrúar komið fram með að gera mjög stóra framkvæmd úr þessu og fara í stokkagerð á Miklubrautinni, stokkur sem næði frá Kringlunni og að Klambratúni eða Snorrabraut, þá kom annað hljóð í ekki stokkinn hjá ríkinu, og ég fekk að heyra það margoft að það veri sjálfsagt að fara í slíka aðgerð. Ríkið myndi bara eftir sem áður borga mislæga gatnamótin sem veri kannski 3 milljarðar, en Reykjavíkurborg þyrfti að borga rest sem væri þá kannski 10-11 milljarðar að þávirði. Og okkur leist ekkert á það. Ég held að jafnvel fyrir hrun þá töldum við í borgarstjórn ekki rétt þá töldum að við getum ekki tekið hann kostnað á okkur. Ég er alls ekki að segja að þetta verði aldrei gert, en ég held að það sé langt í það að ríkið fari í þessa stokkagerð, það sé að minnsta kosti einhver ár í það, ef ekki áratugir. Ég tel ekki líklegt að þetta fari á fjárlögu allra næstu árum. Kannski kemur hér vinstri stjórn eftir 2 mánuði og setur þetta sem forgangsverkefni, ekki allega að spá neinum það má vel vera. En svona raunhaft á litið þá held ég að stokkurinn sé ekki að vera veruleika að minnsta kosti næstu árum. Þess vegna held ég að við verðum að leysa þetta verkefni á þess að hugsa þennan stokk, enda yrði stokkurinn svo gífurleg framkvæmd þegar að það kemur, að ég held að þó þáttur að það veri búið að vera að gera ein undirgöng, að þau myndi bara einhvern veginn hverfi í því verkefni og ekki stækka það verkefni sem neinu næmi að koma þarna fyrir góðri göngulið yfir, sem geti þá vonandi verið á yfirborði. Þannig að ég vil bara brýna Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa og borgarstjóra og aðra sem koma að þessu máli í meirihlutanum til þess að láta hendur standa fram úr ermum og hraða þessari vinnu. Mér heyrist að hún sé ekki komið mjög langt, en það væri gott að fá svarið því hvort þetta hefur verið tekið fyrir umhverfis- og skipulagsráði en við óskuðum það eftir því að þessu verið hraðar, þannig að sem fyrst liggi fyrir að minnsta kosti kostirnir. Ég efast nú að stokkurinn verði kosturinn, jafnvel þó að taki ný stjórn við eftir 2 mánuði, ríkisstjórn þarf að segja. Þess vegna held ég að við erum að tala örugga lausn, þá standi val á milli göngubrúar eða undir ganga, og það væri gott að bara sem fyrst í vetur eða á nýju ári, þá myndum við sjá hvaða kostir væri í stöðunni og getum það tekið afstöðu til þeirra. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstu tek til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Kannski byrja á því að segja, ég algjörlega sammála borgarfulltrúanum Kjartani Magnúsinni að það örugglega dálítið langt í stokkinn. Hann dýr og umfangsmikill og þess vegna finnst mér þetta ágætis tónn sem sleginn, að því að stundum hefur það viljað bera við í umræðinni að annaðhvort stokkur eða ekkert. Og þess vegna finnst mér þetta bera vott ákveðið raunsæi að menn sníði sér stakk eftir vexti í þessum efnum sem öðrum. Þessi mál sem sagt, umhverfis- og skipulagsráð hefur fengið kynningar á þessum leiðum sem ég gat áðan, brúm, göngubrúm og mun fá eins og við gátum áðan líka sem sagt, kynningu á hugsanlegum undirgöngum í byrjun október. Þetta hefur verið á hendi umhverfis- og skipulagssviðs og fyrst á hendi Ólafs Bjarnasonar, samgöngustjóra fyrrverandi, og nú á hendi Þorsteins R. Hermannssonar sem núna að taka þetta mál föstum tökum. Og ég alveg sammála því sem kom fram hjá borgarfulltrúanum að við getum ekki verið endalaust að velta þessu fyrir okkur, heldur þurfum við að koma með raunhæfar lausnir. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og fleiri ekki hvað sér hljóðs. Þá umræður lokið. Og borgarfulltrúar áskilja sér rétt til bókana. Þá erum við komin hér í kosningar. Þá erum við komin hér að 5. lið sem kosning í mannréttindaráð.